Slagsmál áttu sér stað út allan bæ án teljandi meiðsla. Hér fyrir utan kaffi Austurstræti tókust tveir gestir staðarins á, en Heiðmundur Hjartarson hermaður. Já, hirð keisarans mætt og Lalli lét lögguna heyra það. Það þurfa alltaf tveir að deila. Tveir að deila. Þegar deila jöfnu, það startar ekki. Þegar ójöfnu, það var svo lítilslega sem það stóra. Og svo fólk að fara vel með sig. Númer 1, 2 og 3 að hata engan, nema þá sjálfan sig. En það fyrir ekki. Eitthvað hef ég heyrt talað það var stolið utanborðsmátur og það var Johnson og það var bara nefndur eftir því. Lárus Johnson með meiru. Hann ágætur maður, fínn karl. Er búið að skipta skrá eða eitthvað? Hann er bara svo léttur á því, mann eiginlega fattar hann ekki beint hvernig hann getur komið fram. Er þetta allt í lagi með okkur? Gefa senastu peningana og vera allt í lagi, Senastu sígarettan, hann getur gefið senastu sígarettana, Það er misjöld saga sem hefði farið á honum, hann eins og hann bara. Saman byrja eiginlega þannig, ég fæðist 12. september á Ísafirði, 1951. Og við vorum 5 systkini, ég var næstæðstur. Að sjá pappa sjaldan og hann var alltaf á sjónum. Ég var 8, þá sagði hann, ég águrgi og fór suður. Ég man þetta mjög vel vegna þess að þetta var algjör bullshit og þvæla, algjör. Svo fluttum við í bæinn og mamma fekk vinnu við að þrífa hús og svo fórum við á flakk. Við bjókum stundi á ættingjum. Það er búið að dæmi í þessu og hérna skal ég segja ég skildi dómarinn alveg með opið munnin bara og hann gafti bara yfir því ég hélt ræðuna þegar ég fór úr héraðsdómi. Ég skrifaði rosalega góða ræðu, Ég fæ enga dómi í þessu, verður ekki dæmt í þessu máli. Þannig að ég get losnað núna eftir 9 daga. Þetta er hana. Taka hérna númer. Það sem hún hakaði sem þarna. Reyna nú að hringja í þetta allan fyrir hádegi og
ná í hann og hérna láta hann borga mér. Hann á að borga mér. Ég á peninga sem hann geymir fyrir mig. Sjálfsagt er það með einhverja afsakanir. Það fylgir að lofa að sækja mig og það lofar verður hann að einhvern veginn að efna. En sé bara hvernig karakter þetta eru. En hann á sjálfsagt vont með að slá út 20 skall, þannig að hann skal fá að gera það í dag. Ég fæ oft mitt fram. Ég ætla náttúrulega ekki að fara að leggjast í að þamba og fara á næsta bar eða eitthvað. Ég ætla allavega að reyna, ég er ekkert komið með eitt fast ennþá og bara sem sagt þannig er það þegar maður kemur að raunna þá það er ekkert fast. Þetta var eini sem var seldur fyrir þetta? Nei, svo þú veist, Binni og Einar þeir áfríðu sko, veistu þeir losna. Ég veit eins og núna hvernig var það einhvern tímann í vikunni síðust þegar ég man það ekki alveg sko. Fyrir 3 dögum síðan sko. Þá var hann flengruglaður hann á Keisara sko. Það var hann smá reysingu kallinn hann. Það ekki? Já. Eitthvað. Hvað er þetta? Þessu hérna. Hvað er það? Það var Rítalín. Rítalín. Svo fóru þau hérna brugguðun á Raustan og búið verið í 10 daga. Það var svo sterkt maður og ég var útidrugnir. Og fangarnir, veist, þið bara leyfaðir að vera bara á ganginum og þú bara, veist, þessi 6 mánuðir liðu svona. Dúk! Svo sagði bara fangarinn þegar góði nótt. Kannstu sofna? Ég sagði, já, maður sefur alveg svo engillinn með samviskæðinlegi. Getur málið. En hvernig í anskotunum fóru það því að drekka ykkur fulla? Við vorum búin að brugga, lögðu bara í. Bara sigur og ger og alla græður. Nota bara í brauðið, veist. Komum sér í fangilsi, menn þá var bara þarna var pípa, þarna var hassi, þarna var spýttið og ég verið að fara svona í afmöndinu eða eitthvað. Já, bara svona smá kvíld, sko. Maður búinn að vera á djamminu. Er eitthvað skeiðir ekki? Já, ef maður leitar eftir í. Ef maður fer á Keisaran eða eitthvað svoleiðis. Ok, minn. Blessaður. Það var gott unnur. Er ekki höttið hérna? Er höttið nokkuð hérna? Alveg í síman svo skot, hann brjálaði út Jónsson hérna. Ekki að hlusta hana. Ekki fúksi að hlusta hana. Heyrðu, segur hann það að ég hef komist í bæinn, samt lofað hann með að sækja mig, en hérna ég er að fara niður á Keisara og allavega að segja að hringja þangað fyrir hádegi. Þú ert á lífi. Það er lengi lifið í gömlu klæðum. Sæl og blessuð. Ekki taka blöðum, mamma á það. Það búið að ringa og spyrja eftir hérna. Andi! Hefur að fá henni að konu? Þetta þess að þið lærið að bara rustan að byrja að drekka lengur hvað til Reykjavíkur. 10 dagar. Þetta er á morgun. Nei, ég er 3 dagar. Það er tótti. Ekki? Þú duttu mér ekki enn og svo, já, pú, því lík sviplan. Smakar svefna síðan þetta? Já. Var þið góðir? Já, það er mjög. Það var fínir, já. Hann er alltaf að koma með 20 skattan, það borgar mér. Þetta er gans. Hann segir það. Hann skulda mér 2000 og bara leðan hann skulda mér 2000 skall og það bara korfa hann. Ég hef ekki séð hann í ála mánuð. Hei! Hvernig? Þeir opnuðu liðið í morgun.
Þið í morgun? Þið er svo vel aldir að það fyrir austan. Hvað er það að fara að dópa hvað? Eins og einhvern tíma sagði Elín hérna, ég er að fara austur og heimsækja mömmu. En mamma er fyrir austan bara. Heiðu, ég hringi þig. Takk fyrir mig. Svo auðvitað viðkominn. Já. Þetta er svolítið fólkið þetta lítur nátt vel út. Ég ætlaði að biðja hann að gefa mér verkefnum svo ég er búinn að borða þetta eða neitt. Heyrðu, setjum hérna gifsafótinn. Það er búið að gefa eina bók út sem að gefa hún 96. Hvað? Hún er svona frægt fólk. Hvað er út af? Mynd af mér. Já. Það er ég með ítalskan hatt af Hannibali Valdimansinni, hittil. Og hvað fékkstu hann? Hann gaf mér það sjálfur. Aha. Og hvað? Ég hef ekki eins og lesið þessa bók. Veit það bara að mynda með þar. Er þetta fín mynd af þér? Ég er alltaf, Já. Jú. Ég myndi þetta alveg, það er ekki neginn félumynd, sko. Það gengur út á það að taka úr beininu. Já. Þannig að álagsöxullinn verði meira hérna megin. Já. Og það beygja fótinn að það svona. Já. Ég kom út 80.000 krónur og þetta við rútuna og þá var maður að bjarga sína eigin skinni, það, á Litla-Hrauni. Góðan daginn. Núna er það að labba hérna á Borgarspítalanum og tekur 20 mínútur. Just another hippie.
hvers konar djöfulsins síkað þetta. Ef þú myndir skrifa vottorð, og ég hef búinn að tala við þá, sko. Það hlýtur að þetta bjarga því. En þetta, sko, segja þér, sko, sem sagt örorkulífeyri, sko. Þetta segja þér, sko, að ég hafa með mér, sko. Ég þarf bara að fylla þetta sem sagt út bara að... Ég var náttúrulega að fylla þetta út, ekki? Já, ekki fyrirgjöf. En af hverju hættur á sjúkradagpenningunum? Sko, ég mátti ekki verið á þann inni vegna þess að ég var á 2 og 1 á viku. Var allan tímann á 2 og 1 og ég var að lifa á því. En þegar þú kemur út? Svo þegar ég kom út á bara, þú veist, allir þeirra að sjá mig á hana, sem sagt í skógalíð, þau hafa svikið allt frá að til Ég segi svona með hann, heyrðu, það er ekki þér að þakka að ég sé hérna niður á Hótel Lind. Það var Brynjólfur Jónsson vinur sem gerði það. Mikið hann komið það góður lækni, akkur nenni hann að tala svona í kringu því. Vegna þess að hann þekkir mína sjúkrasögur. Svo náttúrulega, þú veist, reynir að vera sjálfstæður. Sumir bara, sko, leiðu komund á Litla-Hraun, þá fara þær á ræna aftur. Ég er nú ekki eins og múin að styrja hérna einustu krónu. Og hérna að bæta mitt líf til þess að vera... Má sjá þessu pappirinn hans. Hérna að bæta lífið mitt til þess að finnst betra heldur en ekki að vera búin að vera á Litla-Hraun. Ég hef búin að hafa nóg að því. Ég ætlaði nú að spyrja hvað er rétt maður hefði sambandi við sjúkradagpeninga. Nei, aftur í tímann. En nú hafa menn fengið það. Já, nei, ekki sem að vera í fangelsi, kannski sem... Ég veit eitt sem var á skíðum. Og hann, labbaði bara hann í Tryggingastofnun ríkisins og talaði við einhver yfirmenn þar og... Já, er enginn yfirmaður sem er að tala við hana? Nú er þannig, sko, að ég á þvott niður á Hótel Lind, sko, sem kostar 500 kall. En geti ég ekki náði neitt núna? Er sem sagt... Á maður enga rétt. 5.560 er það, skuldin. Já. Allt í lagi. Ókei. Jæja. Þá var að fara með þessu hóteli og ekki fekk maður fötin sín. Og allavega náði þessu jakka mannum sem skuldaði mér. Þetta er víst einu fötin sem maður er í. Eitt er allt hvað er inn á hótelinu þá og þessi skuld hérna. Þannig það, ég var ekki fyrir það að ég þetta annar maður að komast á, ég var ekki eins slasaður á heili. Þetta verður nótt. Það er nú alveg óvíst hvað það verður. Annars vonar maður einhverjum að eiga einn smá vin sem aunkar sér yfir mann að maður verði ekki á götunni, sko. Og maður sé nú óstaðsettur í hús. Það vonar maður besta að maður verði ekki á götunni. En maður vonar alltaf að það styttir upp síðir. Ég hef búinn að vera á flakki í 3 ár. Þá vinnur mamma allt í einu stóra vinningi í Hafnarfirði háskóla. Þau eru spilafíklar. Veistu það? Þá keyptum sér íbúð og fluttum undir hennar. Það var rosa gaman. Kápar og indjánar og ég, Buffalo Bill, frá A til Ö. Hold it! Stígna, bang! Áður ég vissi að var Johnson búinn að koma sér í vandræði. Bara fyrir einhvað smottir í. En svona er þetta nú. Svo ég var sendur í sveit á Reykjavík, Jaðar, 14 ára, þá strauk ég á Breiðavík. En 22 það og var að vinna í fiskiverksmiðju. Svo vaknaði ég allt í einu upp við það að Helgafelli var að gjósa. Þetta er 5000 ára svefn. Og Johnson á svæðinu. Nóttina fóru öll skip í land og flestir eyjasteyjar. Ég gerðist sjálfboðaliði. Það flugu í bæinn með herþyrlu frá Keflavíkurflugvelli. Það héldu allir í Reykjavík að ég væri vestmanningur.
Allir skólar fullir af eyjarskytjum og hvergi pláss að fá. Heyrðu stúlkur. Og mér bara komið fyrir á Hótel Esju. Ég held þeir hafa gleymt mér. Ég var á hótelinu meira en mánuð. Jæja. Þá ertu nú komið hérna. Liðið svo greifi frá hættilega. Það komið það? Hæ? Í dýragarðinn? Núna? Stuttu síðar Björnsson kominn í sjóherinn á varðskipið Þór og kominn í stríð við Eirninga. Nema það að ég hætti í gæslunni og kynntist frægasta innbrotsþjóf landsins. Blöðin kölluðu hann náttúra og gerðu mikið úr honum. Hann læddist á nóttinni, lifði eins og köttur, skildi aldrei eftir í slóð og rændi ríka fólkið á meðan það svaf. Þá byrjaði eitthvað ballið og þá kynntist ég nýjunni í fyrst skipti. Síðan hef ég margoft heimsótt hana og þekki starfsfólki og flesta gestina. Jónsson maður. Já. Long time. Time no see. Nema hvað að það var ball á borginni og einhver læti nema það að löggan mætti á svæðið. Þá sá ég lögregluþjón ráðast á systir náttúra. Mér ópuði þetta náttúrulega og gaf lögreglumannum á kjafti. Jónsson var bara á enda dömuna skilu. Meja og algjör séntir maður frá A til Ö. Hérna var það sko, þessi mikli merkistafur. Allur hópurinn var handtekinn og farið með hann á stöð. Náttúran losnaði þetta daginn eftir, en ég var ágjarni við að ráðast á lögreglumann. Hann kom svo á nóttina, klifraði upp á þakið og sagaði svo rimlan á gluggann. Þetta glugginn og frelsaði okkur út. Og ég stakk hérna niður. 2 mínútum seinna voru við böstaðir í miðjum snókar. Og settir í gæslu. Ég fekk 6 mánuði fyrir róttæki og flótta. Þá var ég sendur á Hraunið í fyrsta skipti. Þetta er dýragarðurinn. Þetta er dýragarðurinn. Hvað viltu vita núna? Eðlið. Ætli það sé ekki mjög svipað eðli með dýrum og mönnum. Eitt veit ég vann í dýragarði einu sinni, Kaupmannahöfn. Þá pröfaði ég að horfast í augu við ljónið. Það var brjálað. Það klikkaði ekki. Ég þakkaði mikið fyrir rimlana sem voru milli. Þá fattaði ég það að við erum alveg eins, dýrin og menninir að því leyti. Að horfast í augu er fyrsta merkjum árás. Það kenndi mér alveg helling bara það þú veist. Ef mér langar í slagsmál, þá þarf ég ekki að stara lengi á sama manninu. Það enda með því að hann kemur til mín og segir hvað ertu að glápa helvíti? Það er hérna ég verið að tala við. Þetta er stærri, pröfaðu sjálf. Ok, glasið hérna Secret 77. Fæ ég enn lána ég borga á mánudag. Það fæ ég einhver öðra. Ætli maður verði ekki að vorkenna þér, Valli? Já, maður hlýtur að skjóta svolítið skökku við. Að kvíða fyrir að losna. Því að þegar maður veit það að maður hefur ekki nein hús að venda, þarf að vera upp á aðra komin, maður á ekki peninga, þá er maður kvíðinn. Maður er skítræddur að gera einhverja vitleysu og lenda aftur í sömu helvíti súpunni. Lalli, hann er oft búinn að lenda í þessu.
Ég veit ekki til þess að hann hafi haft út af nokkuð tíma fyrir að losna nema hjá vinum. Og þessir vinir þeir geta sparkað honum út hvenær sem er. Já. Það var einu sinni maður sem kom hérna á barinn. Ég segi við hann, hvaðan ertu? Þá segir hann, ég er frá Stóra-Hrauni. Þá sagði ég, það er skrítið, hér eru flestir frá Litla-Hrauni. Já, já. Nei, þetta kominn. Nei. Lesa. Hann hafa með könnu. Það ekki? Jú, ég er nú að fá peninguna bráðum. Ég fá ekki bara hjá prestinum næstu viku, þessari viku. Já. Stendur ekki að því. Það vonaði að vera ykkur uppbark og ekki smáara. Nei, hann ekki var Ragnar. Ég keypti mat í poka. Keypti þú? Já, hann fór við bónus, búinn að tala við prestinn. Nú lístu vel á það. Við Lárus búum saman núna. Lalli býr hjá Ragnar Hauksóri sem endur hann nær og nú er hann búinn að kaupa í búi og ég er stoltur af stráknum. Ég talaði að borga. Talaði prestinn, já. Ekki málið. Eitthvað verður að lifa á. Ég kynntist Magnús Einarssoni þegar ég var 12, 13 og 14 ára og þá var hann sköllóttur undir bílvéls. Við erum þótt vænt hann æ síðan. En það er gagvað. Yeah. Yes. Þú að sígarettu sjálfur ljósmyndari. Sjáðu, þetta er góða bíl. Nei, loka. Þetta kallaði að vera tækifæri sinni en ekki hjól. Þetta er atriði að vera til. Þá er ekki að drekka ef þú skipt á einu. Gangið vel að þið. Passa að lendi ekki inni. Já, ég er inn í första. Það er minn. Ég hef einu sinni farið í þetta hús, annað skipti núna og þá var það að ég labbaði upp vitlausar skrifstofur og þar, sko, sagði rittarinn mér að fara upp og þú veist, hann sagði ekki beint, farðu upp og rændu, farðu upp og fyndu vél. Og hann hleypti mér að sínum dyrum til þess að taka það sem mér ekki bar, heldur nákvæmlega það sem ég myndi finna. Hvað fannst þér? Veskið hans. Hvers? Davíð Oddssonar. Hinn vendar. Nei. Það er borgarstjórnin. Það gera neitt þetta. Og ég átti basli við kerfi, sko, því ég brotnaði og var svona að vinna, fyrirtæki viðurkenndi mig ekki. Það átti annar maður að detta heldur en ég. Og ég var einhvern tímann búinn að reyna að hringja hérna og ræða við hana, sko, og ég, sko, þekki hana síðan og var bara, þú veist, ung og hún er ennþá ung og sæt og allt það. En, þú veist, sko, málið var það að ef ég myndi leggja mína sögu, ég myndi margt lagt á lífsleiðinni, sko. Er þetta ekki húsnæðismál aðalega? Jú. Og
og hvað fleira sem þú bara húsnæðismál, en þeir bjóða mér allt, sko, þú veist að ég komst á örorku út af þessu, en þeir eru ekki tilbúin að henda þeim bara í mig og núna frá, sem sagt, 21. Rúnar! Rúnar! Hvað er bókin sem þú ætlar að árita mér? Ég er nú farin að segja að vera í mál við þig núna. Ha? Það tók sér gamalt sár. Ha? Hægjum. Já, ég er bara með vinkonuna. Hvað er hérna að senda um ekki eindag? Mikið að gera með lefum og gefa okkur lefi. Ha? Ég kemði til þín. Hvað ertu núna? Nú ég er óstaðsettur í hús. Ha? Óstaðsettur í hús. Já, ertu ekki í bænum alltaf núna? Jú. Næst ég með myndavélatöskuna, séð í bænum, þá er ég með eintak handa þér. Já. Þetta er ekki framtíðin, en þetta getur verið allavega þess valdandi að þú verður eitthvað öðruvísi heldur en átt ekki að vera. Það var það nú að ég var búinn að sækja vittir hjá okkur en ég svafi hjá mig, en ég ætlaði að fá að tala við borgarstjórann sjálfan. Já, Lárus Björn Svavarsson heiti ég. Var búinn að tala við þig. En hérna var ekki lagi bara að ég myndi tala við hann þá 30. Fengi að vita að hann kæmi þá til landsins. Já, það. Ég veit að þetta er mikið að gera hjá okkur en já, gott ég kæmist á það núna því að, já, flott mál, þá bara tala ég við hana sjálfa. Já, það er mjög gott. Það höfum við það þannig. Það kann að kærlega við þig. Bless. Þetta var alveg djólið, sko. Dósin tilbúið við næsta fíkil. Ég þýsti með að vera ekkert að hasmaður. Já, maður á ekki að það. Nei, ég er ekkert að en maður á ekki að flykta með eldspýtur. Ekki heldur. Ég ringja það. Það eru hjásöfurnar. Það eru hjásöfurnar. Lárus. Hvernig var kynlífið hjá okkur þetta 3 mínútna frustan? Svo hérna skal ég segja tala við borgarstjórinn í gær. Ég gat beðið í ár eftir ég fengi íbúð hjá þeim. Þannig að ég hef staðið í Baslis og fór hérna og talaði hérna við á Rauða-krossinum. Þeir halda fötunum enn þá þarf það einhvern heitast 500 skall. Nei, Tryggingastofnun ríkisins ætla að borga það þegar þú farið þessi hlunnindi hjá. Alli, hvað er það að höra? Á lögreglustöðum að heita einhvern Tedda. Hvað gerðu það við núna? Það er einhverju músagildru sem einhver ostu var ekki eins og Varst í músagildru? Já, þetta 0,0 fíknum er lögreglu, 0,6 krónum, sem ég á ekkert í. Sólbaðstofuræningi sem á hann það. Hvað var það? Litla-Hrauni. Hvað geta það gert? Ekkert. Hvað er dómurinn við þessu? Þeir ætla að hafa 4 til 6 mánuði. Fyrir 0,6? Já. Ha? Já. Bara dæma hann og hafa hann á Litla-Hrauni, sko. Og ég fann músagildurna á. Spennt hann upp og þá sögðu þeir í garðinum á B-gangi að það hefði verið 0,6 rétt hjá músagildurna. Hann sagði að ég ekki tvitta neitt það. Var þetta fíknarna músan alltaf ná í? Ég sagði að það hefði verið bara leika með gildurna og hann þólaði ekki að ég haldi mig við sömu skýrslu.
Trúir þessu? Góðan daginn. Ég er að tala við Tedda. Lalli Jóns. Já. Farðu Snorrabrautarmegin. Snorrabrautarmegin? Mjög rétt fyrir það. Ok. Góðan daginn. Hvernig ertu með þér? Þetta er hérna kvikmyndamaður. Já. Það er nú kannski vont að fá þenni þessa deild hérna. Já, það er ekki leiguvillur hérna inn. Það getur beðið fyrir utan bara. Já. Já, meðan við ræðum málin. Já. Já. Ef að gera heimildarmyndu þig? Já, engi þingmenni. Þá lokum við bara. Takk fyrir. Það voru ásakað mig það að ég hefði átt fíkniefni sem ég átti að taka á mig með hvað hætti, með alls konar hætti, bæði að ég var að smygla þeim og svo var ég að koma þessu yfir í sem sagt í gluggakistuna, felustöðu, sem ég er algjörlega blásöklust af. Það voru 4 mál, ég var að mynda að tala um það við þig. Þessi 4 mál, þú tekið eftir til þegar þú mættir ekki hérna, en það skeði ekkert. Þannig að ég fæ eitthvað dómfyrst og hringdi ég lögfræðing minn daginn. Þá sagði mér, blessaður og þekkert af hann inn ágjörð. Þú átt bara þessa 4,5 mánuð á þér og svo bara búið. Eða þá getur það í meðferð 2/3 og þá bara í 10 daga sko. Þá er það að lausa þetta mála sko. Sjáðu sólina, hún er komin. Það skildi þá ekki vera. Heyrðu, Siggi, viltu gá hvað ég hef gleymt biblíunni inni? Nei, hún er ekki hérna. Ég gleymdi biblíunni. Þú ert að ná í hana. Og það, ég má ekki vera eitthvað, ég er búinn að tala við borgarstjórann og ekki hérna segir hann nefn bara já og amen. Og þó að séu kostningunum nánd, þá myndi ég ekki fá húsnæði. Maður er alltaf að byrja upp úr nýtt, frá 0 og upp í 10 sko, eða 8. Kennst þetta með við 8. Þakkaði fyrir ekkert minn. Heyrðu, var ekki biblía þarna? Þetta er bara fyrir þá til sé bara. Heyrðu Sigurður Steindórsson, þú máttu nú ekki hugsa svona menni koma alltaf aftur og aftur. En heyrðu, hérna ætlar að senda mér biblíuna. Geturðu senda hann í dag? Niðri í fangelsismálastofnun. Er ekki alveg í lagi? Svo réttir hann mér bara miða að segja hvað þetta er lítið. BSI. Ég var að koma og þetta er alveg hreint helvítið þetta hérna litlaru. Alveg bara þvott á sko. Þeir eru alveg, þú veist, þeir eru hver móti upp á hverju móti og hverju öðrum. Það ég held að sé fleiri uppsagnir en heldur en Ég var 4,5 mánuð, þetta var eins og leið alveg svona. Svo ætlaði ég að biðja hérna dótið mitt
Nei, þú bara kemur bara næst og sækir það. Þú veist, þú svör með það var svo helvítis fáiðum maður. Þannig, já. Ég ætla að ná í biblíuna mína sem var þarna, því að símaskráinu dótið mig svona. Nei, það fyrst ekki maður. Ég að fara að sækja hérna 3 mánaðar staðfestingu á því að ég fá ekki að taka út... Fáir ekki? Já, taka út í samfélagsþjónustu. 3 mánuði. Þú veist, sérðu þetta batterist drast þarna? Fá ekki? Sagði það. Það kom til að yfirvöldu fyrir að láta þig lausan. Nei. Eftir mér. Gaman að sjá þig. Það var loks svona frjáls. Skildi það vera lengi? Ég veit það, ég alltaf að passa þig. Það djöfum alltaf að þekka þessa. Það bara hún svo elskuleg að ekki hægt að eiga hana. Sæl magnaði mín og gleðið sumar. Mig ég stjarna. Nei, síðan kunar. Núna. Skálum þess að drottningu? Jú. Það komið fyrir okkur. Bara, þetta mig, ég drekka glasum, já, að vera til og mig að drekka glasum með þér. Ekki reka dungurum með mig. Það bannaði að reyna að lífa þér. Mér þykir vænt til þér. Þetta touch. Jæja. Þessi dag var að kvöldi kominn og þetta var og með öskun, það var öskun í. Og röskun í eldinn. What's your problem, guy? Nú fyrir maður bara að taka lífinu með ró. Þessina. Line is always busy. Það rautt ljós. Það alltaf að drepa okkur. Nei, það gera ekki hann alveg. Jesús María. Það er Jóna. Jóna. Ein Jón á dag kemur skapun í lag. Ænistir og besón. Ég verði þið nótt. Já, þetta er alveg Jónsson. Ég er haugur hana. Hæ? Þú veist ekki hvernig það voru? En hann er ekkert vantilega eins og þetta við nóttina? Ég veit ekki með, ég var bara sofnaður þegar hann fór. Já, heyrðu, allt til að ég hérna skal ég segja bara segja að ég hafi farið niður á hérna farsótt. Ok. Hæ, ekki skilið í Þingolstóti. Góða kvöldin. Góða kvöldin. Fullt í kvöld. Þannig að það, ég kom á rauninni morgun sko. Er ekki hægt að berga þessi nú? Og berga þess? Já, ég... Og góða nótt. Já, góða nótt. Ég fer til Steinar Dipla og hann sem unnið á blúsbarnum. Segði hvað er unnið á Dipla, það gaf þér gleðina. Þá getur þið komist heim og þá hérna, ég lofa því að ég verð ekki að reyna flæti ekki nótt. Ég skal hringja bara, já, fyrir svona 11:30 og þá verð ég búinn að segja hvað ég er. Take her care of my baby. Boom, 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 baby. Hvort viltu, whatever. Viltu vera Róni Reykjavík með þetta nefnum að það slá mig? Ég hef verið heavy. Ég er skáðið. Þorru. Don't laugh again! Lalli, komdu aðeins niður. Það byrja. Hættu, hvað er þetta? Hálaðu þú? Ég er skáðið. Ég ætla ekki að gera það í leiðin.
Þið eru gott brullar, sko. Hæ. Það er ekki húmor, vel. Það er ekki húmor, ekki það. Það er bara empty glasses. Ég er búinn að vera edrú núna í viku og bara að reyna að gera eitthvað í mínum málum og hérna það hefur verið nú ganga bara mjög vel. Það sem maður hefur afrekað það er að hérna sem sagt reyna að koma sér í hús og enni á Þingvallastræti. Í þessu rúmi fengi ég að sofa. Og hérna, ég er nú að vona að bera árangur í tala við hérna, Helga Hjörvar. Það ég veit að hann gerir eitthvað í mínum málum. Allavega að setja upp í viðtali eða hjálpa mér með að fara niður á skóli og tala bara við þá þar. Að það ekki maður hringi þá. Segja honum að hann eigi rétt á þessum peningum, rétt á þessari aðstoð. Einn helvís tíkall í vasanum. Svo er ég bara niður í Þingvallastræti núna, sko. Þessi Sigrún hérna, sko. Sigrún ráðgjafinn í Skógarhlíð eða... Komdu bara hérna. Heyrðu, hjá mér er staddur maður Lárus B. Svavarsson. Hvar varstu áður á þú inn? Áður ég fór inn, sko, þá var ég bara, þú veist, að bíða eftir því að ég sem sagt myndi fá hana dóm. Þá var ég líka inn í Gískiri og þá ætluðu þeir að redda húsnæði, sko, gerði ekkert. Takk. Heyrðu, hún er í viðtali, þannig að ég næ ekki í hana núna. Ég er að fara á borgarráðsfund. Já. Hann er búinn svona 3. Já. Geturðu hitt mig aftur þá? Já. Já. Og þú fær tíma hjá henni kl. 1 á morgun og þá bara fer hún yfir... Já, yfir mitt mál. Og hvernig það lítur út. Já. Og ef þú varst í einhverjum vandræðum þá bara... Þetta er fyrir. Eitt mál. Já. Takk. Skrifa þetta niður. Steinum. Steinin í Skógarhlíð. Sko, hann talaði við hana. Og ég var að tala við Steininni og hérna, sem sagt, spurði hann bara hvað á mann að lifa og maður sé með einnitrakandi á þessa. Svo bara hvað mann á að búa og hvernig hún getur leyst það. Jæja, það fekk alltaf lán hjá þeim. 34.000 og borga á 12 mánuðum. Þetta að sitja inn í portinu og reykja og rífa kjaft. Hún getur að fara og tala við hann á Suðurlandsbraut. Ef hún ekki lagt það inn á bók þá má hún bara fokkast. Það er alveg saman hverju við lofa, þeir svíkja allt. Þeir fá ekki að svíkja þeir sem hérna er gefið lofar. Við þóttum að týna þurrastubba í dag.
Það er aðmest að maður þarf að tína upp á götunni og ég er íslensku ríkisborgar í dag. Við þurfum að labba eftir götuna á tíum stubba. Vegna þess að við fáum ekki aðstoð frá neinum. Eins og ég sagði þannig að Keisa í gær, þá sagði ég það að maður tók með símanu og sagði ég fæ þetta ekki fyrir 1. des. Ef ég ætla að hafa þetta svona, þá getur þú sagt henni Steinunni Bragadóttur að ég ætla þá bara að stela mig fyrir mat, en ég verða þá að stela í hennar nafni. Þið vilja bara hafa okkur á götunni? Þið vilja hafa okkur á götunni? Vilja, já. Ég er búinn að segja henni það þarna. Þá er alveg sko, getur hún farið að fá sér aðra vinnu. Við munum ekkert það að fara með þessa myndir upp í félagsmálaráðuneytið niður í Tryggvagötu og sjá hvað þið vilja þar. Þá spurt, já, hvað er nú? Það er varðandi þennan 10. nóvember. Það er komið nokkur dagar síðan en ég er ekki búinn að fá nema 26.000. Ha? Hringdi inn í gær. Ég ætlaði að spyrja samband við hérna hvort það hefði verið lagt inn á þessa bók. Í dag? Já, hún ætlaði að það átt að skeiða í dag. Það er ekki búið að borga út í dag? Er ekki búið, nei? Það er hvort að... Hvað? Þú verður bara að tala við henni í Skógarhlíð. Við sjáum ekki tölvunni, við höfum ekki aðgang á þínum gögnum tölvunni fyrir það að búið að senda hingað uppbyttis. Þannig að varðandi einhverjum upplýsingar um þetta, hún Helga María, hún er ekki við. Já. Þá verður að tala við henni í Skógarhlíð. Já, þá er ég að tala við hann, en já, ég ætla að gera það. Þá... Ertu blessaður? Þakkaði fyrir mig. Þetta er afgreiðsla hérna, það hafði ábæðan gamla, og málið sé það að ég eigi bara að vera í Skógarhlíð. Þetta er það allt besta, sko. Það er bara ekkert varð í þessar stubbar, eins og þetta reykja. Allt í unni, ég fæ bara 26 og svo að... Það er á fundi, ég var að segja það. Ég sagði þá. Og þeir eru bara einhver aðskotarhlutur sem þeir þurfa aðeins að greiða, síðan fara þeir heim. Þá er allt alveg bara nice life hjá þeim. Ég er ekki að búa þá stefnu að koma mér austur aftur. Það er ég sem er að byggja mig upp og er jákvæður í þeirri hugsun, en þeir neikvæðir. Fokkar. Ég kom 10. Já. Það er alltaf einn létt á vikudegi. Það er alltaf að meðan maður á tóbak. Það er pröfað að þetta. Á! Já, það er ekki að brenna það og að reykja þetta. Jú, gefðu hann smú. Jæja, hér er þú með Reykjavíkur. Reyna að bæta hann dálmann einhverju helviti shit. Vítu. Ég er aðfætt að toppa hérna. Ég getur gert þá eftir það. Ok. Þess að sparka þessari hurðu upp, maður. Sparka henni bara upp. Þetta ekki með leikil, passar hann ekki? Ég skal sparka þessu upp í og fara frá. Með mesta glæpamenn bæjarins og komast inn í húsið. Það er eftir maður.
ekki allt í lagi með okkur? Nei, ég er bara fast. Þetta er ekki með greiðum eins. Fannst þú þetta að klippa þig? Klippt þær til stuttrækarnir. Eða alltaf stemminguna? Málið eru þingfest og þá átt þú að segja hvort að þú viðurkennir þessi brot sem þú ákærður fyrir. Og ef þú viðurkennir brotin þá er málið afgreitt núna. Málið sambandi við þessar peningar sem ég tekið hérna, eða sem átti að tekið af mér hérna á Snorrabrautinni. Það er yfir glugga. Það mál var aldrei kært. Þú mótmælir þá því. Já, þakka þér fyrir. Jólakort, ég fæ reglulega jólakort frá þér. Þakka þér fyrir. Það fara alltaf eitt árið. Ég var að tala við Jón Sigurðsson og hann var að tala við kom hérna daginn, hérna skal ég segja meðferðarhópur á vegum Fangelsismálastofnun Reykjavíkurborgar. Mesta vínsíðin á það er að þegar við rendum vínverslunum upp á Skaga földu svo víni upp í kartöflugarðinum í Mosveit. Það var mesta vínrán sem ég hef framið. 30 kassar af víni og 4 mill og 300.000 peningum. Vínið, það var, skal ég segja, meira og minna selt á Reykjavíkursvæðinu til þess að svala þorsta landsmanna. Af því það var vínkreppa þegar verkfallið var og við reddum eiginlega fólkinu í landinu þennan góða greiða að gefa því að drekka. Ég hef búinn að vera hérna í 2 mánuði og ég var hérna fyrst í 5 vikur og svo tók ég út mánaðardóm sem ég fiskið sem ég fengi að taka út hérna sko. Fyrsti maðurinn sem fæði að taka út í meðferð og þeir komu hérna Fangelsismálastofnun og hafa skrifað undir það og þetta er búið að vera fínt hérna. Það er mánuð sem ég er búinn að vera hér. Hlaðgerðarkoti. Og geta haft bara hæli hérna í baksín sko. Það var einn maður sem eitraði fyrir mér. Ég var að bjóða þessi spýt. Já, það var ég og einn annars, 2 aðrir sem lentu í valnum. Og svona er bara þessi heimur. Það var eitrað fyrir mér í húsi. Ég misti meðvitund og fluttur í sjúkrabíl og skal ég segja að sólarhring meðvitulaus. Eitrið var það mikið en ég var alltaf að fara í meðferð. Nei, ég fæ ekkert út af þetta. Þetta verður bara... Ég var á Landspítalanum í 3 daga og fengið hennar hófstútur á því út af þessu rotteitri sem er með að byrla og sem er bara ekki hann að þakka. Það hefur verið, maður ekki verið bara dauður. Nú er ég að fara að byrja nýtt líf og fara að reyna að gera eitthvað í mínum málum eftir ég fer hérna og Laugarteg. Þá fer ég að byrja alveg á nýju tímabili. Maður bara tekur 1 dag fyrir einu. Það er alveg nóg. Maður er ekkert að æða út í stórplön og láta allt hrynja.
Ég er búinn með dóminn og og semst ég á ekkert á mér neitt sögult, neitt við Fangelsisstofnun neitt þess að kalla. Ég held að sé mjög slæmt þegar menn skulu loka keisarann. Þeir menn sem eru þar koma á keisarann að þeir skal ég segja eiga nú hvergi athvarfið til þess að koma á og þetta er besta fólk. Ég var að koma úr Hlaðgerðargötu núna og ég kom með dóti en þú varst nú ekki við. Mér líst mjög vel á þetta hús hérna. Mjög fallegt og já, hann er svona að gera mynd mig sko. Og það er ekkert hérna inni sko. Nei, það er ekkert mynd en hérna inni. Þetta er bara mjög flott. Ég hvað þetta hafa þetta betra. Við gefum erleysi til þess að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt. Kjart til þess að breyta því sem ég get breytt. Og við þarftu að greina það á milli. Jú, ég kann þetta alveg. Það er víst að koma helgi hérna á. Maður þarf ekkert að gera neitt fyrir mánudag. Ef það spyrja hvað maður að gera helgina, já, maður fer kannski bara í bíó eftir vinkonum sinna. En ekki á aðföld. Ég er ekki alki. Löppin alveg með hana, hún er að perra maður. Það er ekki það er ekki smáeins. Og það er eins og maður segir og segir alltaf að maður verður víst að hafa eitthvað fyrir í lífinu. Það þýðir ekkert að sitja neitt í stól og vera að barma sér. Nei, ég kann það ekki. Það er ekkert úr. Ég tók það í pant fyrir 5.000 skall. Ég er búinn að vera ógæðu. Ég er búinn að ganga í gegnum alveg rosalega ógæðu. Það er mér að kenna þér. Góði. Ég er ekki hræddur við einn einasta mann, nema sjálfa mig. Ég veit ekki hver ég er. Ég á mína trú og ég er ekki frelsaður og ég er ekki að búa til trú eitt eða neitt. Ég býði hann uppi og ég skýrði það til miðlum og mér finnst að ég á marga fylgjur góða sem eru verndarenglar mín. Ég byrjaði að drekka þegar ég var 18 og ég byrjaði að reykja þegar ég reykti fyrst njóla. Það er ekki vandamálið mitt, ég er vandamálið. Ég er fyrir fólki, sko. Fólk er ekkert að segja, ég er vinur þig, ég vænti þig. Þetta eru hýenur og blóðsugur. Ég skal aldrei gefa, sko. Never. Ég var alltaf að fleyja verið hingað og þangað og ég var alltaf að leika mér. Ég var að leika mér það sem voru hætturnar. Sprengjur, öskjuhlíðin, Mosssveitin, sendu þangað, sendu hingað. Ég var aldrei spurður eitt eða neitt. Svo þegar móðir minn dó, þá misti ég besta vininn minn. Það mun alltaf vera fyrsta svarið á mér. Ef ég deyja þá er það alveg pottþétt. Það er enginn sem syrgir mig, enginn. En ég mun ekki kveðjast, ekki fyrir 5. Þetta er leiðina hérna. Hérna var á jörðuð 92 í febrúar
Átti að setja legsteinna á leiðina en hún hefur alltaf verið að svíkja hana. Lítið eikakrossum segir að hún sé þarna, ekkert annað. Öll önnur leiði eru merkt en ekki hennar. Já. Hún er að fá fallega legstein. Fólk getur komið. Við höfum komið hérna fyrir 3 árum. Á Hafnarkrái hérna. Nú er þetta bara orðið allt í klámbúlum. Klám frá A til Ö. Hérna, hvað er þetta? 3 ár síðan. Þetta er mikið breytt á 3 árum. Keisari og líður undir lok og komin í annan stað og... Hvað er hann? Hann er komin í Kaffi Austræti núna. Ég er hættur að drekka og hérna, ég þarf ekkert að grípa til flöskunar seinna. Ég er með alltaf önnur plön í huga heldur en að vera við flöskun í hendinni. Þetta er nú mútið gott, maður fær mat hérna á hverjum degi og morgunmat, hádegismat og síðdegiskaffi og svo mat klukkan 6. Já. Kaffi klukkan 2? Hæ? Kaffi klukkan 2? Er kaffi klukkan 2? Sem er meðlæti og með? Misti ég að því? Ekki það á bjarnilegum tíma. Það var þannig að ég var staddur í húsi. Þá var það maður sem hérna fannst hann eiga eitthvað mjög grátt að gjalda á og ég var nýbúinn að koma með malt og hann tók maltflöskuna og lét hann vaða í hendina á mér. Tæpi það mál fyrir. Hvað ætlar að greiða skaðabóta? Já. Er eitthvað að? 1,5 milljón. Já, hún er sundu hendina á mér og ég er með hæstættarlögmann í þessu sem ætlaði að hjálpa mér að taka þetta mál í gegn. Ég gæti ekkert farið að vinna þetta verti út af þessu. Já, tók til boða að fara á bát, fór í sundu 2 sínar. Þessar 2 og ég get ekki lyft puttanum upp. Það lyftist þetta litli putti fyrst. Ég get ekki lyft þessum 2 upp. Eftir þetta tekur við bara blákaldur veruleikinn, lífið. Nei, þá komum hérna. Sjá, þetta festur sig við. Já, ég ætlaði að spyrja það sem ég er í Gistiskíði, sko. Já.
Ég ætlaði að spyrja hvort það væri hægt að ég fyndi einhverja aðstoðsamband við mat eða vitið eitthvað svoleiðis? Já. Við höfum möguleika á að útvega svolítinn mat í gegnum hjálparstarf kirkjunnar. Já. Og ég hef verið að leita mér á húsnæði og það hefur gengið svolítið erfiðlega, sko. Fjölskylda mín er svona, hún er nú týnd. Færðu öryrkjabætur? Ég fæ öryrkjabætur og það hefur alltaf verið svona rólandi frá 40 og 45, sko. Og ég á tvö börn í Ólafsvík og hérna eitt barn í Reykjavík. Þannig að svona, svo á maður svona einn og einn vin sem hefur svona búið mann í mat, sko. Svo hef ég verið hann í Þingolstræti og það er ekkert mikið þar að móða, sko. Maður er þar og það er hiti og... Já. Heyrðu, ég þarf þá að skrifa smá. Núna ertu sem sagt í þessum vanda að ná ekki alveg endum saman. Já. Hvað er... Kærlega fyrir hún. Það gangi vel hjá þér. Já, takk. Ég þakka þér rosa vel fyrir viðtalið. Það er fá eina mynd af ykkur saman þar sem við haldið plagginn á millingar. Haldið á skjalun á millingar. Það gerir þið inn á skrifstofunni eða? Já. Góð klukki hérna. Það er bara eins svona? Já. Þetta er bara svona handaband. Og maður sér þetta. Það segja mér hérna, hvernig er svona að vera krimmi á Íslandi í dag? Það eru margir sem sitja út í snjónum með sárt enni og þurfa náttúrulega að vera að stela eða svíkja, sko, því þjóðfélagið býður upp á það. En hérna, hverju myndið þú svona breyta ef þú getur lifað lífið í náttúru? Hverju myndi ég breyta? Ég myndi vilja fá mig svona litla kósí íbúð og hafa börn og konu hjá mér, sko. Veitu hvað? Hvað er í gangi? Ef maður skoða þetta gamla hús sem vinur minn var hérna. Ertu svona tilbúin að feysa fræðina þegar að Þorfinnur sýnir myndina? Já, ég er alveg tilbúin að það í flottu fötum og flottur eins og ég hef alltaf verið flottur bara. En hérna, hver er uppáhalds kvikmyndaleikari? Það er hann Jimmy Steen. James Dean? Já. Hvernig kemurðu? Ætli ég kom ekki svona bara í verti að loka? Góða ferðirur, hafa það gott. Takk að þið verið. Það er síðan heilt. Síðan heilt. Góðan daginn. Góðan daginn. Þetta er aðra leiðin til Ólafsvíkur. Ég mætti Ólafsvíkur. Hvað gera? Ég langar að sjá börnin mín og þá fer ég á sjóinn sem sagt eftir páska. Þessi grein birtist að faðirinn sagði reynslu sína, þá hringdi soninn úr Ólafsvík inn á gistiskýlið þar sem utangarðsmennirnir búa. Þá sagði hann: pabbi, ég elska þig aldrei meira vegna þess að ég fekk aldrei að vita sannleikann faðir minn. Þessa mynd fær hann einhvern tímann að sjá þar sem faðir hans segir frá sannleika en ekki hvítri lygi.
alltaf reddar hann sér, veistu hvað? Ég hef aldrei kysst manni á ævinni. Ok, nú ætlum ég að ljósta þér smá leyndarmál, hvort sem setur það í útþýðingu eða hvað, mér er alveg sama, en það veit að bara hálfa allir. Ég á 4 börn með 3 mönnum og 3 af þeim eru morðingjar. Já, ég... Fólk dæmi fólk. Já, fyrir utan það. Það dæmi mann alveg niður í... En þú ert ekki það samt dæmdur. Nei, Lalli. Þú ert bara Lalli. Ha? Segðu hvað þú ert búin að sitja lengi? Ég er búinn að sitja inn í hvað, 16 ár? Ég var manni að bana þegar ég var hvað 18 ára gamall. Og satt inn í og svo kveikti í Litla-Hrauni. Já, ég var grunnaður það, var náttúrulega aldrei sekur. Gerði það vítt? Nei, já, ég var saklaus. Ég var maðurinn hennar fyrrverandi, Kristmundur. Og þú varst nú erfði maðurinn minn þá? Við strukum í Litla-Hrauni. Við strukum 5. Og Lalli byrjaði svo að Lalli var að spila póker og Garðar, litli Garðars, hann byrjaði að stúta rúðunni hjá Lalla í klefunum. Já, og Lalli greif hann og tilneyti til að taka þátt í flóttanum því að rúðan hjá honum var brotin. Og hann var að sofa hvað í 2 sólarhringa í nístingskulda og svo liða 2 dagar. Þá finnum lykil, Bjarni Bakkus rætti á honum, lykil nr. 24 og skrúfum rimlan af og förum út. Það var mjög kalt þarna þessa nótt. Fyrst brutust inn hjá í Steypuskólann til að reyna að fá síma til að hringja upp af blöðru því ekkert annað var að hafa. Og það tókst ekki, svo að við löpum í áttina Stokkseyri. Fyrst fór ég og Garðar, brutust inn í 2 fyrirtæki sem aldrei komst upp og mun aldrei komast upp. Og svo fer Jonni og stelur bíl. Það var Lada Sport. Og ég var að keyra í bæinn svo kalt að Lalli satt fram í og alltaf að skafa gluggunum því hann sást ekki út. Og við lendum í löggunni. Þá byrjaði eltingarleikurinn og hann af löggunni, sko. Og við endum í Víðidal, hesthúsunum. Og náttúrulega króar þar af í snjó og byrjum að hlaupa. Og við vorum teknir, ég og Lalli. Og við vorum barðir alveg henglaðir í kylfum og inn í löggubíl. Já, ég að segja það. Við vorum barðir með kylfum alveg handjárnaðir, kaffærir í snjó og barðir. Ég og Lárus, því að hann var á hinum endanum. Lalli minn, ég var að segja frá strókinu þegar við vorum 2 einir teknir. Þú voru ekki barðir með kylfum. Já, við vorum barðir og við stóðum djúpsoknir í Elláunum, í Víðidal. Náluna, dæluna og skeiðina bara. Þú að reyna á því hana, þú ert að reyna á því. Þú ert að kyrkja sjálf á hana. Þú ert að kyrkja sjálf á hana. Kyrkja sjálf á hana. Þetta er bara 0-1 sem ég fekk. Þú ert ekki hvað það er í hérna. Ég skal gefa þér í bjórglási og verð. Ég skal ná þig í spýttir. Hendur skeiðin. Fæla ekki í vinni sína. Ég var að segja að vinn minn skuldaði mér. Hann borgaði mér dækjald, ég sé einhver... Kona í Reykjavík kom að innbrotsþjófi í íbúð sinni í gærkvöld. Þjófurinn var búinn að pakka saman tölvum og heimilistækjum, bókum og fötum í 2 íbúðum í húsinu þegar hann var gripinn glóðvolgur. Engi vildi 10 skall. Það má með sanni segja að undarlegur innbrotsþjófur sem var á ferð í Vesturbænum í gær hafi verið gripinn í bólinu. Ekki þó í sínu bóli. Hann hafði skriðið inn glugga á tvílyftu timburhúsi í Vesturbænum og dundað þar við iðju sína tímunum saman án þess að eftir væri tekið. Tekur góðan tíma. Þjófurinn sem er á 50-aldri hafði pakkað saman tölvum og heimilistækjum, fatnaði bókum og ýmsu öðru smálegu á mjög nákvæman og snyrtilegan hátt og stillt því upp á miðju gólfi og beið þess að verða sóttur, væntanlega af félaga sínum. Meðan hann beið hafði hann sett skrautlegan hatt á höfuðið, hallað sér í rúm og gluggað í 2 ljóðabækur.
Hvort sem það var vegna þess að félaginn var seitt fyrir eða ljóðin áttu hug mannsins allan, var maðurinn enn ófarinn þegar húsráðandi kom heim, sá að rúða hafði verið brotin og kallaði til lögreglu. Þegar lögreglan kom á staðinn lá maðurinn enn á rúminu niðursokkin í lestur á ljóðum Steins Steinars. Þegar farið var að athuga málið hafði einnig verið brotist inn á neðri hæðinni og öllu pakkað saman þar jafn snirtilega og beið búslóðin flutnings í herbergi undir stiganum. Lögreglan fjarlægði manninn og hann þurfti að láta ljóð Steins Steinars af hendi en með semingi. Eins og segir í ljóði meistarans, í draumi sérhvers manns fallans falið. Hvað er það núna? Ég á Litla-Hrauni. Sko, það var brotin rúðan í kaffehúsinu. Ég var ekki það nálægt, þegar ég tekka fram. En það sá skófar. Mínir skór voru teknar. Ég var þarna á svæðinu kaffehúsinu. Svo þegar ég ætla að fara út úr hverfistinunum, þá bara komið blað það að ég hef lent í hverfistinunum og ég skulle hefja úttekt á plánum. En akkur var skófarið eftir því þarna? Það reyndist ekkert eftir mig. Þá reyndist það vera eftir mikið yngri mann, sko. Og upplýstist alveg hver það var sem löggan tók svo daginn eftir bara. Og þá fundist hjá honum sígarettur úr þessu ráni eða hvað það var. Síðan var það bara að ég var ekki beðinn afsökunar á þessu, heldur bara sagt að ég væri komin í úttekt. Þótt svo þeir hafi gert mistök. Já, það er svo óréttlátt að það var engu lagi líkt. Þetta er hana.